sagt Fanney og ég orkuverkfræðingur og starfa sem verkefnisstjóri hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands á umhverfis- og orkusviði og ég ætla að segja ykkur stuttlega frá verkefninu EcoTrowFood sem við erum að vinna að þessa dagana í samstarfi við Matís og 5 erlenda samstarfsaðila frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og í Belgíu og þetta 3 ára verkefni styrkt að Evrópusambandinu. Sameinuðu þjóðirnar áætla að það þurfa að auka matvælaframleiðslu í heiminum 70% fram að árinu 2050. Matvælaframleiðsla hefur í för með sér víðtæk umhverfisáhrif og það augljóst að við þurfum að takast á við þessi áhrif ef við ætlum að auka framleiðsluna þetta magn, einfaldlega til þess að börnin okkar geti lifað hérna í framtíðinni, en líka það sem kannski áhugaverðast fyrir iðnaðinn að það einfaldlega fjárhagslega hagkvæmt að huga umhverfismálum. Umhverfismál í grófum dráttum að minnka vatnsnotkun, minnka orkunotkun, minnka hráefnisnotkun og í stuttu máli einfaldlega að haga framleiðslu sinni á sem hagkvæmastan og skynsamastan hátt. EcoTrowFood hefur einmitt þetta markmiði að minnka umhverfisáhrif frá evrópskum matvælaiðnaði með því að styðja við markaðssetningu og notkun á vistvænni nýsköpun. Vistvæn nýsköpun á að sjálfsögðu við hverja einasta lið í virðiskeðju matvælana, allt frá hráefnisframleiðslu, flutningi, matvælaframleiðslunni sjálfri og hjá seljendum og notendum. Og það áhugavert að nefna í þessu sambandi að það uppi áætlanir að allt að 40–50% af þeim matvælum sem að berast til seljenda og notenda enda sem sorp. Það af því að þau skemmast annaðhvort á leiðinni eða í kæli og frystiskápum. 2 megináherslur EcoTrowFood að skoða og styðja við grænar tæknilausnir fyrir matvælaiðnaðinn með því að hjálpa þeim að komast í samband við fjármagn og fyrstu notendur og í öðru lagi að styðja við þróun og markaðssetningu á nýjum vistvænum matvörum. Varðandi tæknilausnirnar þá höfum við verið að þróa aðferðafræði til þess að meta þau umhverfislegu gæði sem að tæknilausnir hafa í för með sér og reyna að forgangsraða þeim lausnum sem að við veitum áframhaldandi stuðning. Þetta virkar svipað eins og þegar verið að meta og forgangsraða styrkumsóknum. En þeir umhverfisþættir sem að koma við sögu við tæknilausnir fleiri heldur en þessar, en við ákváðum að velja úr þá þætti sem að hönnuðir tæknilausna gætu haft bein áhrif á. Og á þann hátt vonumst við til að geta á vissan hátt alið upp hönnuði tæknilausna til þess að huga að umhverfismálum allt frá hönnunarstigi og út allan lífferil tæknilausnanna. En þetta snýst þá þessa umhverfisvænu hönnun og þetta snýst hvaða efni tæknilausnin úr. Þetta snýst hvort að raf- og tölvubúnaður sé umhverfisvottaður sem til í síauknum mæli. Og svo skoðum við einnig hvers konar umhverfisgæði tæknilausnirnar að færa með sér. Og í síðasta lagi þá skoðum við hversu stórt svið og notkunargildi tæknilausnin hefur, hvort að þetta á við stóran hóp notenda eða hvort að þetta sé bara fyrir afmarkað svið. Varðandi vistvæn matvæli þá hefur verkefni verið að vinna í gegnum EcoTrowFilia nemendasamkeppnir á sviði vistvænna nýsköpun matvæla. En Trowfilia-keppnin hefur verið til í Frakklandi frá árinu 2000 og 2008 var þetta Evrópusamkeppni, en 2011 verður þetta EcoTrowfilia með áherslu á umhverfismálin. 2011 líka fyrsta skipti sem að Ísland sendir teymi á Evrópukeppnina og þá var það þverfaglegt teymi nemenda úr verkfræði, viðskiptafræði og matvælafræði og hönnun sem komu saman og hönnuðu vöruna Aurora skyr sem lífrænt skyr með þara, bláberjum og íslensku hunangi og það verið að
markaðssetja þessa vöru í gegnum fyrirtæki Biobú og ég hvet ykkur endilega til þess að smakka vöruna þegar hún kemur á markaðinn þó hún hljómi kannski svolítið skringilega. En árið 2012 fyrsta skipti sem við héldum íslenska ígotrófíliakeppni og þá voru 5 þverfagleg teymi sem tóku þátt og þróuðu 5 frábærar matvörur, hugmyndir, og þessar hugmyndir standa til boða fyrir íslensk matvælafyrirtæki að taka að sér og markaðssetja og áhugasamir geta haft samband við mig. Að lokum langar mig bara að segja að Nýsköpunarmiðstöð Íslands hefur löngum haft mikinn áhuga á því að leggja lóð sitt á vogarskálirnar við að þróa grænt hagkerfi á Íslandi. Og við hvetjum eindregið íslenskan matvælaiðnað til þess að grípa þetta stórkostlega markaðstækifæri sem felst í því að auka framleiðslu og útflutning á vistvænum, grænum og hágæðamatvörum en einnig á grænum tæknilausnum fyrir matvælaiðnaðinn og gerast þannig kannski bara grænir matarvíkingar. Takk fyrir.